Gaman að sjá ykkur. Takk fyrir að koma. Og það sem að mig langar að gera þetta svolítið svona útvíkkun á því sem ég var að gera í predikuninni í gærkvöldi. Þannig að þið sem að heyrðuð hana, þið munu heyra svona bergmál af henni. Ég vona að trufla ykkur ekki. Þannig að ég ætla já, þvílík meðmæli. Og ég lánaði að prjóna, Gunnlaugur. Heyrðu, ég ætla að bara flytja hefðbundinn fyrirlestur og af því þá veit ég að ég held mig við efnið og fer ekki út á suður en vona að við höfum góðan tíma til að tala saman á eftir þetta efnið. Ég með svolítið af bókum sem ég langar líka aðeins að sýna ykkur. En þetta spurningin mín. Er ástandið í umhverfismálum ákall nýja siðbót? Það líður ekki sá dagur að við séum ekki minnt á umhverfisvandann og þau margvíslegu áhrif sem hækkandi hitastig hefur á allt líf á jörðinni. Í fjölmiðlum lesum við áhrif eins og hækkun sjávarborðs, bráðnun jökla, öfluga hitabeltisstorma, spillingu gróðurlands, ýmist vegna flóða eða þurrka og hækkandi matarverð vegna minnkandi uppskeru. Allt þetta flokkast undir það sem við köllum aðsteðjandi umhverfisógn, því að lífinu á jörðinni stendur ógn af því sem að gerast. Hversu vel sem við erum inni í þessum málum, það umhverfismálunum, þá það eitt sem við vitum fyrir víst og það það að hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Það eitthvað mikið að og skilaboðin til okkar sem ekki erum sérfræðingar á sviði loftslagsmála eða annarra skyldra fræðigreina eru einfaldlega þau að útlitið sé ekki gott. Að málin munu halda áfram að þróast til þess verra. Það já, nú tók Davíð mig alveg út af ekki málin. Að málin munu halda áfram að þróast til þess verra því að hitastigið munu halda áfram að hækka nema eitthvað róttækt komi til. Það þarf sem sagt eitthvað róttækt að gerast, ekkert minna en hugarfarsbreyting sem leiðir af sér breytta forgangsröðun bæði almennings og stjórnvalda. Það sannfæring mín að til þess að slíkur viðsnúningur verði mögulegur, þá þurfum við öll að leggjast á eitt. Þess vegna tel ég mikilvægt að allar fræðigreinar leggi sitt til umræðunnar og leið til baráttunnar fyrir vitundarvakningu í okkar nær samfélagi. Í vonum að lokum geti margt smátt orðið að einhverju stærra og meira í heildarsamhenginu. Ég auðvitað ekki, eins og þið vitið, sérfræðingur í loftslagsmálum, heldur guðfræðingur og hef ekki hugsað mér að tala hér í dag sem eitthvað annað en sérfræðingur á mínu sviði. Guðfræðin eins og við vitum öll þýðing á erlenda hugtakinu theológia sem samsett úr grísku orðunum theos og logos. Hugtakið getum við því þýtt á íslensku sem orðin Guð. Og verkefni guðfræðingsins í upphafi 21. aldar hlýtur því að vera að finna út úr því hvernig við tölum Guð, teológia, í samhengi við loftslagsbreytingar og aðsteðjandi hættur af þeim völdum. Það hlýtur að vera stóra áskorunin sem við guðfræðingar stöndum fram fyrir í dag. Og í þessum fyrirlestri þá ætla ég að fjalla hugtök og orðræðu guðfræðina sem geta hugsanlega nýst í þessu samhengi. En fyrst vil ég segja nokkur orð pólitískt hlutverk guðfræðinnar.
Því að útgangspunktur minn sá að öll guðfræði byggist á viðbrögðum við umhverfi sínu og orki jafnframt á það. Samkvæmt þessum skilningi þá öll guðfræði pólitísk og ekki til neitt sem kalla má ópólitíska guðfræði. Við sjáum þetta vel í guðspjöllunum hvernig boðskapur Krists hafði áhrif á félagslega stöðu fólksins. Það þarf vart að taka það fram að ég hér ekki að tala guðfræðina sem flokkspólitíska, heldur sem pólitíska í víðustu merkingu þess orðs. Með því átt við að guðfræðinni sé ekkert óviðkomandi sem lýtur að mannlegu lífi og skipulagi þess, en það einmitt það sem pólitík fjallar Af þessum sökum finnst mér mikilvægt að fólk óttist ekki pólitískt eðli guðfræðinar þar sem hlutverk guðfræðinar fyrst og síðast að sinna manneskjuna og gjörva allt sköpunarverk Guðs. Í því felst ábyrgð og áskorun guðfræðinsins að tala inn í samtíma okkar og túlka kjarna kristinnar trúar sífellt í nýju umhverfi, á nýjum tímum með orðfæri samtímans. Gott dæmi slíka guðfræði í samtíma okkar bréf Frans páfa umhverfismál sem hann sendi frá sér í maí 2015 og yfirskrift bréfsins umönnun fyrir okkar sameiginlega heimili. Hún lítur svona út. Laudato si. Í bréfi sínu lýsir páfi því yfir að hann vilji fá alla að borðinu. Einfaldlega vegna þess að málefni varðar okkur öll og við berum öll sameiginlega ábyrgð á framtíð jarðarinnar. Páfi hefur trú á því að samtal á milli vísinda og trúarbragða geti borið árangur. Hann telur sérstaklega mikilvægt að bæði fulltrúar vísinda og trúarbragða taki þátt í þessu samtali. Af því að þau fela í sér ólík sjónarhorn á raunveruleikann sem við erum að fást við. Eins vill páfi sjá þá sem tilheyra hinum ýmsu trúarbrögðum tala saman þá ógn sem að steðjar að okkur og umhverfi okkar. Með því að tala saman, segir hann, þá getum við aukið virðingu og skilning á meðal okkar og sameiginlega unnið að því að standa vörð umhverfi okkar og hina fátæku í heiminum. En þó að páfi vilji fá sem flesta til að taka þátt í samtalinu, þá það augljós tilgangur hans með þessu páfabréfi að fá kristna einstaklinga til að huga að þeirri hvatningu sem að finna í kristinni trú til að sinna umhverfið og þá sem eru þurfandi á meðal okkar. Hann kallar eftir umhverfislegu afturhvarfi eða ecological conversion. Hann segir slíkt afturhvarf fela í sér bæði viðurkenningu á því að heimurinn gjöf Guðs og að við hvert og eitt erum ekki ein og óháð, heldur þvert á móti myndum eina og óskipta heild. Páfi gefur sér að tæknilegar framfarir og lausnir muni einar og sér ekki leysa þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Þannig kalli aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ekki aðeins á tæknilega þekkingu, heldur einnig á það að við sýnum heiðarleika, kjark og ábyrgð og þá sérstaklega við sem tilheyrum valdameiri ríkjum heimsins sem jafnframt menga mest. Páfi tekur svo sterkt til orða að segja að allar tæknilega lausnir sem vísindin geta boðið upp á muni reynast ónýtar ef við sem mannkyn töpum áttum og missum hvatann til að lifa saman í sátt og samlyndi, sem leið krefst þess að við færum fórnir og komum vel fram við náung okkar. En þrátt fyrir að Frans páfi hafi miklar áhyggjur af ástandinu, þá vill hann halda í vonina að við getum breytt kúrs og gert það sem við þurfum til að rísa undir þeirri
ábyrgð sem lögð á okkur að annast jörðina, okkar sameiginlega heimili. Femíníski guðfræðingurinn Sally McFague annað dæmi guðfræðing sem hefur lagt mikið af mörkum til umræðunnar umhverfisógnina og guðfræðilega ábyrgð. Og hér tvær bækur eftir hana og sjáu hvað, það svo brilliant titlarnir alltaf hjá henni. A New Climate for Theology og svo Blessed are the Consumers. Hún alveg snillingur í þessu. Einkenni á guðfræðilegri nálgun McFague áherslan á að málfar guðfræðinnar sé líkingamál og því skipti öllu máli hvaða líkingar og myndir við notum þegar við tölum samband Guðs og heims. Myndin af heiminum sem líkami Guðs að sögn McFague til þess gerð að vinna gegn þeirri ofuráherslu sem hún telur allt og oft hafa verið á vald Guðs og handanveru, á kostnað kærleika Guðs og nærveru. Panenteísk guðsmynd McFague og vek áherslu á athygli ykkar á því að þetta ekki það sama og panteísk, heldur panenteísk guðsmynd. Hún rímar vel við femínískar áherslur hennar, en með myndin af heiminum sem líkama Guðs vill McFague draga upp mynd af heiminum sem í Guði, án þess að renna saman við Guð, svona eins og barn í móðurkviði. Það er myndin. Líkt og Frans Páfi leggur McFague mikla áherslu á tengslin innan heildarinnar. Hún segir everything is related to everything else. Og þessi áhersla kemur vel til skila í myndin af heiminum sem líkama. Í stað þess að spyrja af hverju erum við hér, þá vill McFague að við einblínum á það hvar við erum og hvert hlutverk okkar er. Hún nefnir sérstaklega 3 atriði sem hún telur leiða af myndlíkingunni af heiminum sem líkama Guðs. Í fyrsta lagi þá það umfangið, sem sagt líkami Guðs sem vísar til alheimsins þar sem ekkert undanskilið, þó að athygli okkar hljóta beinast fyrst og fremst að jörðinni sem heimili okkar og garðurinn sem við eigum að annast Innan líkamans, innan heildarinnar allt tengt, allt háð hvert öðru. Þess vegna fær heildin aðeins þrifist ef hugað að þörfum hins einstaka. Til þess að svo verði þurfum við að læra að annast heimili okkar og tileinka okkur húsreglurnar sem samkvæmt McFague eftirfarandi. Númer 1. Taktu bara það sem þér tilheyrir. Númer 2. Gakktu vel og hreinsaðu til eftir þig. Og númer 3. Skildu þannig við að næsta kynslóð geti vel við unað. Þetta húsreglurnar hennar Sally McFague. Í öðru lagi leggur myndin af heiminum sem líkama Guðs áherslu á að Guð upphaf og uppspretta alls sem lifir og elskar, alls sem fallegt og satt. Þess vegna erum við ekki uppspretta okkar eigin tilveru, heldur erum við fullkomlega háð Guði, skapara okkar og höfundi alls sem Að því leyti til stendur þessi myndin af alheiminum sem líkama Guðs. Hún stendur vörð handanveru Guðs. En á sama tíma Guð hér mitt á meðal okkar, holdi klæddur í heiminum. Þannig Guð bæði handanverandi og nærverandi sem uppspretta alls lífs og nálægur í líkama sínum hér og nú. Þess vegna, hvað að gerast? Vantar rafmagni sem við farið að merkja.
erum alltaf að spara. Það er spara saman. Nei, það er náttúrulega rafmagn. Er einhver með makka? Já, vantar á tölvuna það. Yes. Greinilega. Ha. Þetta ekki að spara á slúruna. Þetta það stíð á stúr. Og ég tók ekki eftir neinu. Nei, ég held að þetta sé batteri. Það er svona. Yes. Ok. Það þarf nú smá tíma til að hita upp. Og þá man ég ekkert hvar ég er. Sveiflaði bara höndur og tala við. Ég veit það. Ok, þannig er Guð bæði handanverandi og nærverandi sem uppspretta alls lífs og nálægur í líkama sínum hér og nú. Þess vegna þurfum við ekki að bíða eftir að hitta Guð. Þegar þessu jarðlífi lýkur heldur mætum við Guði hér á jörðinni, í garðinum sem okkur er falið að annast, á heimilinu sem Guð hefur gefið okkur. Er þetta ekki flott? Í þriðja lagi má draga það ályktun af myndlíkingunni af heiminum sem líkama Guðs að það er ekki Guð einn sem ber ábyrgð á heiminum, heldur hefur Guð valið að deila ábyrgðinni með okkur. Öll tilveran á upphaf sitt í Guði og hið illa sem við sjáum svo víða að verki má hvorki rekja til Guðs eða einhvers annars upphafs, heldur er það afbökun eða skortur á hinu góða. Þannig á illskan sér ekki sérstaka tilveru en er engu að síður áhrifamikil og eyðileggjandi afl á meðal okkar. En kjarnaatriði kristinnar sköpunartrúar er að illskan eigi ekki og geti ekki átt síðasta orðið og myndin af heiminum sem líkami Guðs er í fullu samræmi við það. Trúin á upprissu allrar sköpunar, segir McFake, áréttar þannig að lokum sé Guð in charge. Ég ætla að láta þetta nægja umhverfisguðfræðingana Frans Páfa og Sally McFake og snúa mér þá að siðbótar hugtakinu og siðbótar guðfræðinni í upphafi 21. aldar. Þörf á siðbót, spurningamerki. Á síðasta ári þá minntust þið þess á margvíslegan hátt að 500 ári liðin frá því að Lúther skrifaði Tesuna 95 og hleypti þar með af stað hreyfingu sem átti eftir að hafa víðtæk áhrif og kljúfa Vesturkirkjuna til frambúðar. Þessi guðfræðistefna sem var síðar að kirkjulegri hreyfingu kallast á erlendum málum gjarnan, eins og við vitum öll, reformasjón, sem merkir á okkar ylhýra endurmótun, endurskoðun eða enduruppbygging, en hefur á íslensku oft ýmist verið þýtt sem siðbreyting, siðaskipti eða siðbót. Reformert guðfræði fól vissulega í sér siðbót á 16. öldinni en hún var sett fram sem ansvar við spillingu innan kirkjustofnunarinnar og andvaraleysi almennings við ríkjandi ástandi. Reformert guðfræði gekk að því leyti út á það að bæta siðinn og er því réttilega að mínu viti kölluð siðbótar guðfræði og ég minni á að rómversk-kaþólska kirkjan kom fram með sína reformasjón, sína siðbót, nokkrum áratugum síðar. Eins og allar guðfræðistefnur var siðbótar guðfræðin til í ákveðnu sögulegu samhengi. Þar sem hlutverk guðfræðingsins er alltaf að bregðast við nýjum aðstæðum og túlka kjarna kristins boðskapar með tilliti til þeirra spurninga sem brenna á fólki með orðræðu, nota bene, sem fólk skilur. Já. Þetta hvar af blaðinu. Þegar við minnumst þess sem gerðist í borginni Wittenberg í Þýskalandi árið 1517, þá gerum við það ekki aðeins til að rifja upp 500 ára gamlan atburð og áhrif hans, heldur hljótum við líka að velta fyrir okkur merkingu boðskaparins í okkar samhengi,
sem að svo mörgu leyti frábrugðið samtíma Martins Lúthers og samverkafólk hans í upphafi 16. aldar. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við spyrjum þessara spurninga og ekkert gerist. Erum potið að hlaða sig að þú eru ljós á... Já, það er ljós. Já. Mér vantar svona rítara hérna, þeim. Það er eitthvað að gerast. Það er eitthvað að gerast. En gerast bak við eyrað. Þannig að Já, ég bara... þetta er svo fínt og gott og flott. Æ, takk Guðlaugur minn, þetta var fallega sagt. Samt ekki þetta apparat. Ok, höldum bara áfram. Númer 1. Komið, password. En það er ekkert, ég sé ekkert. Þannig ég verði að gera þetta blindandi. Viltu að ég sitja á fletti? Já, Jón. Húrra. Nei, þetta er komið. Takk samt. Takk samt. Hérna. Ok. Þessar spurningar. Hvað gæti verið sambærilegt ástandinu sem ríkti innan Vesturkirkjunnar í upphafi 16. aldar núna 500 árum síðar? Hvað, í öðru lagi, getur hugsanlega kallað á jafn afgerandi viðbrögð okkar nú í upphafi 21. aldar? Og í þriðja lagi hugsanlega þörf á siðbót hér og nú. Og þið sem hlustu á mig í gærkvöldi, þið vitið hvað svarið en hérna fylgið mér samt. Lykilhugtök í siðbótarguðfræðinni eru klassísk guðfræðihugtök eins og synd, iðrun og hjálpræði. Það þykir vissulega ekki lengur mjög sexy að tala synd og iðrun eða afturhvarf. Þessi hugtök eru ekki mikið notuð í dag og þá má til sanns vegar færa að þau sé ekki lengur í tísku. Ég í hópi þeirra guðfræðinga sem telja ástæðu til að dusta rykið af þessum hugtökum, ekki síst í því samhengi sem hér til umræðu og ég undir miklum áhrifum frá þessari konu sem skrifaði þessa bók Speaking of Sin og skrifaði hana fyrir rúmum 10, Barbara Brown Taylor, sem predikari fyrst og fremst. En fyrst mikilvægt að huga að merkingu þessara hugtaka sem oft á tíðum hafa verið móralíseruð og þannig afbögguð og notuð í þeim tilgangi að ala á sektarkennd og skömm. Í sinni upprunalegu merkingu syndin tengslahugtak og vísar til brotinna tengsla, hvort sem að ræða tengsl manneskjuna við skapara sinn, við náungan eða við sköpunarverkið. Syndin vísar þannig ekki til einstakra verka eða athafna, heldur til rofinna tengsla, rofinna samskipta í brotnum heimi. Iðrun og afturhvarf vísar í þessu samhengi til vilja til þess að koma á samskiptum. Að vilja brjótast út úr einangrun og afskiptaleysi, með öðrum orðum að gera það sem brotið heilt á ný. Hjálpræði vísar þá til þess þegar heilun hefur átt sér stað, þegar hið brotna verður aftur heilt. Það því miður ekki tími til að fara dýpra ofan í þessi hugtök hér, en mér finnst mjög mikilvægt að við séum ekki feimin við að nota þessi klassísku hugtök þegar við ræðum umhverfisógnina og möguleg viðbrögð guðfræðinnar við henni. Það býsna útbreidd skoðun að kristin trú láti sig engu varða hinn efnislega veruleika og stuðli jafnvel að sinnuleysi og tómlæti þegar kemur að náttúruvernd og umhverfismálum. Og vissulega hefur áherslan oft verið á andleg málefni og það sem tekur við þegar jarðlífinu lýkur, sem hefur ýtt undir þá skoðun að kristin trú sé í eðli sínu sinnulaus allt annað en velferð sálarinnar og eilífa himnavist. Andspænis þeim mikla umhverfisvanda sem við stöndum frammi fyrir í upphafi 21. aldar sem aldrei fyrr mikilvægt að áherslur umhverfisguðfræðinnar fái að heyrast og guðfræðingar taki höndum saman með öllum þeim sem vinna að því að stemma stigu við þeirri skelfilegu þróun sem nú á sér stað
og ógnar framtíð lífs hér á jörð. Með því að játa trú á Guð sem skapari himins og jarðar staðfesti kristin kirkja þá grundvallar afstöðu kristinnar trúar að efnið sé gott. Í gyðing kristinni trúarhefð líka lögð áhersla á að okkur sem búum á þessari jörð sé falið að annast hana. Það ljóst að við höfum ekki staðið okkur sem skyldi. Þess vegna brýnt að guðfræðingar fjalli afleiðingar af vanrækslu og misnotkun á umönnunar hlutverkinu. Af því að sköpunin hefur verið svívirtt með illri umgengni og ofnýtingu stöndum við frammi fyrir þeim mikla vanda sem raun ber vitni. Ábyrgð okkar allra mikil, ekki aðeins gagnvart skapara okkar og sköpunarverkinu, heldur einnig kynslóðum framtíðarinnar og möguleikum þeirra til þess að byggja þessa jörð. Í þessu samhengi þá langar mig til þess að benda á greinar úr frumvarpi nýja stjórnarskrá sem að mínu mati ná vel utan kjarna þess sem felst í þessari kristnu hugmynd að við eigum að gæta sköpunarverksins. Í frumvarpinu eru 3 greinar sem fjalla náttúruna og umhverfið. Það mjög merkilegt að þessar greinar séu hluti af kaflanum mannréttindi og það hugsað til að gera réttindi náttúrunnar eins hátt undir höfði og réttindum okkar. Í þessum greinum margt nýtt á ferðinni og efni þeirra að mínu mati með því merkilegasta sem fram kemur í frumvarpinu. Það heldur engin launung að þessar greinar eru með því umdeildasta í frumvarpinu og sennilega það vegna þess að hér eru miklir hagsmunir á ferð. En það allt annað mál sem ég ætla ekki að fara lengra út í hér. En við skulum líta aðeins á nokkur atriði í þessum greinum sem tengjast þeirri umhverfisógn sem til umræðu hér. Í 33. grein sem fjallar náttúru Íslands og umhverfi stendur meðal annars. Náttúra Íslands undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og vernda. Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru. Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og réttur náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur, sem sagt sjálfbærni. Í 34. grein fjallað auðlindir náttúrunnar og þar segir meðal annars: auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahaga að leiðarljósi. Þannig að það ekki skrítið þó að þetta hafi kallað á ákveðna andstöðu. Upplýsingar umhverfi og málsaðild efni 35. greinar og þar kemur fram rík áhersla á ábyrgð stjórnvalda til þess að standa vörð náttúruna og umhverfið. Það því sameiginlegt hlutverk stjórnvalda og okkar allra að standa vörð náttúruna og það umhverfi sem okkur falið til umsjár. Og í greininni segir meðal annars: stjórnvöldum ber að upplýsa almenning ástand umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa aðsteðjandi náttúruvá, svo sem umhverfismengun. Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila. Þannig að í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 þá fengu þessar greinar 83% stuðning af þeim sem greiddu atkvæði. Þannig að það var mestur stuðningur við þessi ákvæði. Ef í lokin
rifjum upp lykilhugtök siðbótar guðfræðinnar í ljósi þess sem hér eru komið fram, þá sjáum við hvernig syndin getur mögulega orðið uppspretta vonar þegar hún fær að tákna hið nýja upphaf sem verður til í gegnum iðrun og afturhvarf. Kristin trú leggur áherslu á það hvernig Guð kallar okkur út úr okkar synduga ástandi og gefur okkur möguleika á nýrri byrjun sem felur í sér endurnýjuð tengsl við skapar okkar, sköpunina og okkur sjálf. Slík umbreyting eða reformasjón, siðbót á sér stað þegar við sem einstaklingar eða samfélag viðurkennum það sem hefur farið úrskeiðis, við iðrumst, við göngum í okkur og ákveðum að snúa við. Við ákveðum að breyta því hvernig við hugsum og hvað við gerum og opnum þannig á hjálpræðið sem kemur alltaf sem gjöf Guðs til okkar og skapar eitthvað alveg nýtt. Hjálpræðið merkir það sem er heilt, öruggt og gott. Hið synduga eða brotna ástand sem við erum hluti af minnir okkur stöðugt á takmörk okkar, heldur okkur við efni. Með orðum Lúthers þá erum við hvort tveggja í senn, réttlætt og syndug, brotin og heil. En hinn kristna von felst í því að treysta því að hjálpræði mun að lokum ná yfirhöndinni, að eyðingin og sundrungin muni ekki eiga síðasta orðið, heldur munum við að lokum eignast hlutdeild í umbreytingu sköpunarverksins. Þegar hið gamla verður nýtt og þegar hið brotna verður heilt. Andspænis aðsteðjandi umhverfisógn þá getur boðskapurinn synd, afturhvarf og hjálpræði, og þetta er niðurstaða mín, blásið okkur kjark í brjóst til að takast á við ógnina en ekki gefast upp fyrir henni. En við erum alltaf skilin eftir með valið og ábyrgðina. Takk fyrir.